Fangelsið að Litlahrauni rúmar 80 fanga og þar yfirleitt fullt hús. Í fangahópnum að finna mann sem fékk á sig stimpilinn hættulegasti glæpamaður Íslands. Ég tel mig ekki vera hættulega mann. Ekki þeim skilningi, ég meina það getur allir orðið hættulegir í ákveðnum svona lífsskilyrðum. Bæði sjálfum sér og öðrum. Það fullt af dæmi það, en að taka einn mann úr kannski okkur ákveðnum hópi og segja hann sé hættulegast, og mér finnst það bara að vera að finna hann alla hellur. Það var síðla maímánaðar 1992 að hópur fólks var í samkvæmi í heimahúsi í miðborg Reykjavíkur. Þegar Kristín Ingvadóttir hugðist fara heim, bauðst Björgvin Þór til að keyra hana. Þegar þangað kom, fékk hann að fara inn til hennar til að hringja. Í skýrslum ber þeim Kristín og Björgvin Þór saman að ekki hafi komið til árekstra á milli þeirra í upphafi. Björgvin þóttist vera flugmaður og sagðist áhugamaður ljósmyndun. Þegar á leið hugðist Kristín fara að sofa og taldi hún Björgvin Þór hafa yfirgefið íbúðina. Hún vaknaði skyndilega upp við það að hann risti með hnífi upp sokkabuxurnar hennar og tók hana í framhaldinu föstu hálstæki. Björgvin Þór og Kristínu bar ekki saman hvernig árásin atvikaðist, en hann viðurkenndi að það var veitt henni áverka. Það bara kom einhver svona púki með eitthvað. Sá hann lykkifell í sokkabuxunum. Var með hnífinn í hendinni og að fá mér í amfetamín. Og notaði hnífinn til þess og sé lykkifell í sokkabuxunum og það kemur eitthvað púki inn og ég set oddinn inn í og sker upp. Hvernig brást hún við? Hún var náttúrulega snarvitlaus. Eðlilega kannski. Og ætlaðir þú að þá með því að taka hana taki að þakka niður í henni? Já, það sem ég segi á það, það sem kemur þarna upp, þegar þá náttúrulega heyrist það sér duglega í henni, Það sem ég geri, ég tek hann í kverkatæki, Já, annarkvæmt að þakka niður í henni eða þá að sýna fram á það að skal ég segja, ég hefði það, hvernig var það, að ég hefði að ég stjórnaði ferðinni. Í álitsgerð læknis kemur fram að Kristín hafi hlotið húðblæðingar í andliti, mar á hálsi og við munn og sár innanvert á vör. Dómurinn byggði á læknisskoðun og framburði Kristínar. Fullsannað þótti fyrir héraðsdómi og Hæstarétti að Björgvin Þór hefði ætlað sér að komast yfir Kristínu með ofbeldi og litlu hefði mátt muna að hún hlyti heilaskaða eða dauða af völdum hans. Kvíði náttúrulega eftir þetta og hræðslan varð alveg gífurlega mikil og maður var bókstaflega heltekinn af þessu. Maður svaf ekki, það var erfitt að stunda vinnu og ég eiginlega gat það ekkert í 2 ára eftir. Þannig að ég fór á milli sálfræðinga, það hjálpaði lítið og vegna þess að kvíðin var það mikil að ég gat ekki einbeitt mér að hlutum. Ég var ofsalega skapstygg, óþolinmóð, kannski líka erfitt á þá gagnvart börnunum mínum og þannig að þetta hafði áhrif náttúrulega alla fjölskylduna. Nauðgunarmálið á Akureyri, tæpum 2 mánuðum síðar, einkar hrottalegt mál. Klukkan var 12 mínútur gengin í 6 að morgni þegar lögreglunni á Akureyri barst tilkynning innbrot og nauðgun. Þegar þeir komu á vettvang tók fórnarlamb nauðgarans á móti þeim, 31 árs, 2 barna móðir og var hún í miklu uppnámi. Ég var í rosalegum panikk og mjög sjokkuruð og skjálfandi á beinunum, alveg, svona hálfgerði losti held ég, Og þeir komu mjög fljótt, alveg bara á augabragði og þeim var líka alveg rosalega brugðið, alveg
þetta eitthvað svona sem að útkall greina sem ekki algengt hérna á Akureyri. Ingibjörg sagðist hafa vaknað við það að maðurinn stóð ógnandi við rúmi hennar með búrhníf í hendi. Hann var klæddur í lopapeysu með slæðu yfir andlitinu en nakinn að neðan. Maðurinn fór með hana inn í vaskahúsið þar sem hann setti lopapeysuna yfir andlit Ingibjörgar og nauðgaði henni. Á meðan sagði hann félaga sinn líka vera í húsinu og hann dræpi syni hennar sem sváfu þar 4 og 7 ára ef hún yrði ekki róleg. Þeir voru hérna heima bara sofandi. Litli var uppi hjá mér, við hliðina mér í rúminu og stærri inn í sínu herbyggi. Og það er náttúrulega líka strax til þess að ég tók einhvern veginn, maður hugsaði náttúrulega eitthvað svo hratt og hugsaði einhverja hluti sem það er engin tím til skipuleggja neitt, en þá bara hugsaði ég það verður að vera þögn í þarna, það verður að vera þögn í húsuna því að þeir mega ekki vakna. Því mér fannst það einhvern veginn vera alveg eitthvað sem að ég geti ekki hort upp á myndi gerast, sko. Þegar fréttir bárust af atburðinum sló óhug á þjóðina en lögreglan hafði á mjög litlu að byggja og árásarmaðurinn gekk laus. Og svo strax þarna sama dag og daginn eftir að þá kemur upp þessu ofsalega hræðsla við allt og hræðsla við að vera ein, hræðsla við í rauninni alla menn út allt, svona paranoia. Ég sagði ekki að ég tók eftir úrinu sem Björgvin hafði verið með og upp í búð þá var ég að kíkja á úr hjá einhverjum mönnum sem ég fannst stærðin og aldurum passa við og skítrætt það þessi og ef einhverju gengur götuna þá var ég hugsa getur það verið þessi. Þannig að ég gat ekki verið hérna í húsinu, sko, þarf ekki að vera hérna í húsinu fyrstu næturnar eftir. Gisti hjá foreldrunum mínum og byrjaði svo aftur að gista hérna cirka svona 4-5 dögum eftir og þá kom systir mín og gisti hérna með mér. En ég var rosalega smeyk við ein, smeyk við myrkrið og allt ef ég kom inn í húsi þá leitaði ég út allt. Ég leitaði sko bak við hurðir og svona bara, þetta er bara skítrædd alltaf, alveg rosalega hrædd. Og það endist alltaf lengi og þetta er svona pínu í mér ennþá. Fljótlega beindist grunur að tæplega 40 Akureyringi. Já, ég var mjög viss þetta var ekki hann. Ég var sannfærð það. Það var ekki þessi maður. Ég hafði séð en mann hérna áður á Akureyri og vissi hver þetta var og ég var mjög viss það var ekki hann. Strax 22. júlí, viku eftir nauðgunina, gaf sig fram vitni sem sagðist hafa séð húsbíl við tjaldstæðið sem nálægt húsi Ingibjargar, nóttina sem nauðgunin átti sér stað. Þar sagði vitnið kunningja sinn hafa verið að ræða við einhvern Bjögga og hafi sá verið með hár niður á herðar. Já, ég man eftir því að við fengum vísbendingu það því að í þessari rannsókn náttúrulega var rætt við mikinn fjölda fólks vegna þess að það voru svo sem ýmsar uppástungur og ýmsar ábendingar sem við fengum og ég man eftir að við fengum þessa vísbendingu þennan mann sem átti að vera kallaður Bjöggi en það leiði nokkur tími þangað til við vissum hvaða Bjöggi þetta var og þetta myndi vera Björgvin Þór Ríkharðsson. 1,5 mánuði eftir nauðgunina á Akureyri var Björgvin Þór kærður fyrir nauðgun í Hafnarfirði. Húsaráðandi og kunningi Björgvins Þórs var í íbúðinni og varð einskis var fyrir en stúlka kom í geðshræringarkasti út úr svefnherbergi. Í framhaldinu lýsti hún því yfir við lögreglu að Björgvin Þór hefði nauðgað sér. Björgvin sagðist saklaus. Í yfirheyrslu skýrslu sagði Björgvin að þau hafi í byrjun haft samfarir með vilja stúlkunar. Nokkru síðar segist Björgvin hafa viljað gera það aftur en hún þá neitað. Samkvæmt vitnisburði hans hafi hún greinilega ekki viljað þetta og streyst nokkuð á móti en þó ekki kröftuglega. Sú þvingun var ekki meiri en oft með stúlkur sem eru tregar til en gefa sig eftir smá eftirgangssemi. Þessi orð Björgvins voru talin þungamiðja málsins. Þarna birtist huglæg afstaða hans til þeirrar háttsemi sem honum var gefið að sök.
Já, ég á rauninni bara við það að sko mín kynni og þau kynni sem ég hef heyrt bæði hjá kunningjum og vinum það að oft, ég er nú ekki að segja kannski alltaf, en oft það þannig að þegar að fólk fer saman eitthvað, hvort sem að sé heim til hennar eða hans eða eitthvað annað, að svona það þarf ofta og það náttúrulega bara í tilfelli hjá hvern fólki það að þarf að rauninni ofta að svona það eru kannski ekki tilbúnar eða svona allan að gefa þér skín að sé ekki tilbúnar að sofa hjá þér 1, 2, 3 sko. Þó að oft í rauninni það sé rauninni þeirra hugarfar sko. Og persónulega hef ég lent í þannig aðstæðum að oftar en einu sinni að ég hef farið heim með hvern manni og hún svona hefur kannski gefið skín að hún vilja ekki sofa hjá þér eða sofa hjá mér. Og ég hef þá bara gefið eftir og svona, ekki spáð mér í það. En svo kannski eftir einhvern ákveðinn tíma að þá kemur hún og í rauninni tilbúin til að ganga miklu, ganga allar leiðir sko. Og ég er rauninni ekkert að segja skilur að þetta bara, þetta bara einhver ákveðin svona, kannski ekki hefð, en þetta virðist vera svona hjá sumum skilur að svona þær vilja láta þér svolítið ganga svolítið á eftir þér, hvað marga hverjar sko. Ekki, ég get að segja þessu allar sko. Ég get ekki lýst þessu að ég samt alveg með þá hreinu að það vita margir karlmenn hvað ég að tala Svipað leyti var lögreglan á Akureyri að átta sig á því að sá sem nefndur hafði verið Bjöggi var Björgvin Þór Ríkharðsson, en nafn hans fannst við athugun á öllum tékka og greiðslukortafærslum helgina sem nauðgunin á Akureyri átti sér stað. Rúmum mánuði síðar mætir Björgvin hjá lögreglu í Reykjavík og yfirheyrður vegna málsins. Hann sagðist lítið mun eftir ferðum sínum á Akureyri umrædda nótt og kannaðist ekki við að hafa nauðgað þar konu. Og eins og ég sagði á sínum tíma í héraðsdómi að ég myndi aldrei trúa því að ég hef verið þetta verki. Og ég hef ekki trúa því að maður getur dottið svona út í þetta langa tíma skilur á þess að vita og gera svona á þess að vita. Ég hef enga trúa því. Blóðsýni var tekið úr Björgvini sem sent var til rannsóknar á rannsóknarstofu í Bretlandi. Mánuði síðar ætlaði Ragnheiður Guðmundsdóttir, starfsstúlka á sólbaðstofu á Laugavegi, að þrífa ljósabekk sem Björgvin Þór hafði verið í. Stúlkan heyrði sturturennsli og taldi Björgvin vera í sturtuklefanum. Þá kemur hann bara rjúkandi út úr honum og ég sé bara svona út undan mér nakinn mann með hníf og hann kemur aftan á mér og grípur fyrir andliti á mér munnin og nefið og þannig að ég gat ekkert öskrað og rífi mig inn í klefan og þar barðist ég við hann. Ég hélt hann alltaf að nauðga mér og reyndi að berjast eins og ég gat og hann segir ekki neitt og dregur mig síðan úr klefanum og inn í sturtuklefa og ég held alltaf áfram að berjast. Þar segir hann við mig að hann ætli vilji ekki gera mér neitt, vilji bara fá peningana og þá róast ég strax aðeins niður en hann sleppti ekki hendinni og ég var að kafna þannig að ég var að reyna að berjast á móti og hann sagði alltaf að hann treysti mér ekki, hélt að ég myndi fara að öskra og hann dregur mig út úr sturtunni og inn á klósett, loka mig þar inni og þar er hann með fötin sín og þá segir hann við mig að hann vilji bara fá peningana sem eru í kassanum og ef að ég segi til sín að þá mun hann drepa mig. Á salerninu klæddi hann sig í fötin og segist hún þá fyrst hafa séð framan í hann. Augnaráðið hafi verið tryllingslegt. Hún segir hann hafa sagt að hann hefði engu að tapa. Hann ætti yfir höfði sér marga þunga dóma, lögreglan væri á eftir sér og hann þyrfti að komast yfir peninga til að komast úr landi. Þegar hann var kominn í fötin ætlaði hann að binda hana með rafmagnssnúru en hætti við það þegar hún lofaði að öskra ekki.
Hann spurði í sífellu hvort miklir peningar væru í kassanum, en hún sagði þar eingöngu peninga frá helginni. Björgvin Þór fór út af salerninu og lokaði, en hún lofaði að vera þar inni í 5 mínútur eftir að hann væri farinn. Hann kom þó fljótt aftur niður til hennar og spurði hvernig hann færi að því að opna peningakassan. Hún sagði honum það, en hann hafði enn í hótunum að drepa hana ef hún stæði ekki við loforð sitt. Skömmu síðar heyrði hún að útidyrunum var lokað og hljóp þá út og hringdi á lögregluna. Já, þetta var bara hræðilegt, sérstaklega meðan að ég hélt hann ætlaði að nauðga mér. Þetta var einn hryllingur og mér fannst þetta vera heil eilífð og það er varla hægt að lýsa því, þetta var hræðilegt. Björgvin játaði hvorki né neitaði, en bar við minnisleysi. En það var mér ráðlagt á sínum tíma að halda mig við þann framburð að ég myndi ekkert eftir þessu. En manstu eftir þessu? Já. Hvað gerðist? Þennan morgun ég að fara þarna á sólbaðsstofu og ég pantaði hann tími í ljós og ég og annar ónafngreindur vinur minn, við höfðum notað þennan stað sem geymslu á fíkniefnum í töluverðan tíma. En það er líka mjög góð staðræða sem að einhvern eftir í huga að þarna séu með eitthvað efni að þarna séu það geymt eitthvað efni. Og það sem að skýra þarna er það að ég fer bara í þennan bekk sem að hún benti mér á að fara í, bekki sem hún kveikir á. Og það var vísu ekki þessi klefi sem ég vildi fara í, því að efni voru á öðrum stað. En svo skýrði það að tíminn er búinn og ég tek þarna fötin mín og fer með þau þarna fram á klósett og fer svo og skrúa frá sturtunni, heita vatnið og fer síðan inn í annan klefa þar sem efni voru og þegar að svo heyri ég henni koma niður og ég var búinn að draga fyrir þennan klefa sem ég var í og raunin áður ég veit á þá er hún bara komin inn á mig, bara búinn að draga frá og ég stend á handklæðinu og með pokann í hendinu og með hníf sem ég notaði til þess að skera undan bekknum. Og þú ræðst á hana? Það kemur bara svona gífurleg paník á mig, ég læt poka detta niður í gólfið og stekka á hana fyrsta sem ég dettur í hug og segja að þetta sé rán. Eftir handtöku Björgvins Þórs vegna sólbaðstofu ránsins var hann hnepptur í gæsluvarðhald og hefur ekki gengið laus síðan. Hringurinn Björgvin var nú farinn að þrengjast. Þetta var í kvöldfréttunum og þá byrjað að lýsa þess atburðinum, árás og maður og hnífur og ég stekk inn í stofu og horfa á fréttina og ég er svo sannfærð að þetta er sami maðurinn. Ég var alveg viss það bara bæði hvernig hann hafði komið fram í þessu sólbaðsstofuráni og þessi hnífur og árásinn og hótanirnar. Og svo þegar ég sé hann einhvern veginn leiddi hann út í löggubíl, hann eitthvað breytt yfir hausinn á honum og hann leiddur út í löggubíl þannig í sjónvarpsfréttinni, að ég var alveg sannfærð þetta væri maðurinn. Og þá einmitt akkúrat kemur Jóhannes, rannsóknarlögreglumaður, og segir mér að þetta sé maðurinn sem að sé grunaður í mínu máli, sem ég vissi ekki hann áður, en ég var mjög sannfærð. Lífsýni sem fannst í mottu hjá konunni á Akureyri og blóðsýni úr Björgvin Þór var sent til DNA-samanburðarrannsóknar í Bretlandi. Slíkar rannsóknir í sakamálum fara ætíð fyrst í gegnum hendur Gunnlaugs Geirssonar, prófessors í réttarlæknisfræði. Það sem maður gerir þegar maður er búinn að staðfesta að einhverjir blettir eru til dæmis í efni, eins og hér er að ræða nærbuxur frá brotaþola, þá tekur maður örlítið sýni. Ég skóla þessa þræði í saltvatni
og vökvann tek ég og útbý sýni til smásjárskoðunar og þá greini ég hvort að sæðisfrumur séu ekki örugglega þarna til staðar og eftir það að staðfest hefur verið að sæði í þessum bletti að þá yrði þetta sent til DNA greiningar. Í sakamálarannsóknum að borðið nauðgunarrannsóknin á Akureyri eru lífsýni send til erlendra rannsóknarstofnana en á rannsóknarstofu Landspítalans fara fram aðrar DNA-rannsóknir. Ef við fáum hérna 2 lífsýni og spurningin hvort að þessi 2 lífsýni séu sama einstaklingi, þá skoðum við rauninni bara ákveðin lítil afmörkuð svæði í erfðamenginu. Og akkurat þessi svæði sem við skoðum, þetta eru svæði sem við vitum að eru fjölbreytileg milli einstaklinga, milli litninga. Og þessi svæði sem við ætlum að skoða, það rauninni fer fram ákveðin, við framkvæmum fjölföldun á þeim eða mögnun. Við mögnum upp, búum til margar sameindir úr einni eða fárri sameind og þetta eingöngu gert þess að sé hægt að gera það sýnilegt. Þetta eru til dæmis 2 sýni úr sama einstaklingi. Hérna er að ræða annars vegar blóðsýni og sýni úr öðrum vef frá sama einstaklingi. Og við sjáum það að það er nákvæmlega sama munstur í einu lífsýninu eins og í hinu. Það er ákveðið band hér og sama bandið hér. Þetta kemur fram í báðum sýnum. Þannig að þetta bendir til þess að viðkomandi sýni eða viðkomandi 2 sýni eru frá einum og sama einstaklingi. Í loka niðurstöðum rannsóknarinnar segir að líkurnar á því að sæðið hafi verið úr öðrum manni óskyldum Björgvini Þór séu 1 á móti 300.000. En síðan það svona matsatriði hvað á að ganga langt í rannsókninni til þess að fá nokkuð veginn 100% viss og þeir séu sama einstaklingi og raunin náum aldrei þessum 100% við getum farið upp í 99,99 með einhverjum fleiri aukastöfum en við komumst aldrei í 100%. Með öðrum orðum, yfirgnæfandi líkur á því að Björgvin Þór hafi verið að ræða. Engu að síður þrætir Björgvin fyrir að hafa verið að verki. Loka niðurstöðu sem ég fæ í hendunar það að mjög sterkar líkur séu á því að sæðið sé ágæður. Það eina sem ég hef heyrt. Og þessi flókni reikningur sem að ég hef séð, ég fatta hann ekki skilur Ég skil ekki hvernig þeir hvernig þeir vinna þessar pröfur, hvernig allir svona gjörningur í kringum hana Það er alltaf flókið fyrir mig skilur. En það sem ég í rauninni dæmdur á það að mjög sterkar líkur séu á því að sæðið sé ágæður. Ef við bara tökum þetta DNA-dæmi og ýtum það til hliðar, allar hennar lýsingarmannum, það passa engan veginn við mig. Það getur hvaða maður sem séð það, bara með að lesa skýrslurnar. Og fólk sem þekkir mig, fólk sem þekkti mig á þessum tíma og búinn að lesa hennar skýrslur hjá lögreglunni á Akureyri, hjá RLR og svo aftur fyrir sem hún segir fyrir héraðsdómi, að þessar lýsingar það passa engan veginn við mig. Punktur. Eftir að DNA-niðurstaðan lá fyrir, sagðist Björgvin Þór muna að hann hafi nóttina sem konunni á Akureyri var nauðgað verið að leita að stúlku sem hann þekkti og farið inn í hús. Þar sagðist hann hafa séð 2 manneskjur í hjónarúmi en einungis stolið vínflösku úr ísskáp og farið út. Hann neitaði því að það var nauðgað konunni. En þegar þú ferð inn í þetta hús og það liggja í rúmi maður og kona. Getur verið að hafa verið að ræða konu barn? Nei. Er það útilokað? Já. Af því að maður lá nær hurðinni og þarna var þá að tala mjög stórt barn. Og mér finnst það óeðlilegt að svona stórt barn myndi liggja við hliðina á konu. Og ég og Mundi voru ekkert að nöfnum á götum sem ég var En ég var viss alla staðhætti. Og ég bað það að ég yrði farið með mig á Akureyri og ég myndi benda þeim á hús sem ég var í. Ég myndi benda þeim á hús sem ég fór inn í. Og ég myndi einnig benda þeim á hús sem partíið var. Og það var ekki verið mjög erfitt að hafa upp á sem barþjón, því að þetta var ákveðið kvöld sem þið voru að vinna þarna og ákveðin pub.
en hún hafði engan áhuga á því. Björgvin Þór Ríkharðsson var í héraðsdómi dæmdur í 10 ára fangelsi fyrir árás og tilraun til nauðgunar á Kristínu Ingvadóttur, nauðgun í Hafnarfirði, innbrot og nauðgun á Akureyri, vopnað rán á Sólbaðastofu, ölvunarakstur, auk fjársvika og brot á skilorði, en Björgvin hafði áður hlotið 11 dóma fyrir þjófnað, fjársvik og skjalafals. Hæstiréttur þyngdi refsinguna úr 10 í 12 ára fangelsi. Já, einn helsti svona nauðgari samtímasögunar. Já, og samt bara dæmdur fyrir 2 nauðganir. Það nú skíðaður. Ég fekk þetta bara í einum pakka. Fólk myndi þannig að segja, já, maður með þessa dóma á bakinu, hann siðlaus og haldinn kvenfyrirlitningur. Já, það ekki. Siðleysi kannski, hefur kannski verið kannski ríkjandi á einhverjum tíma. En kvenfyrirlitningin ekki til, sko. Ég meina bara, ég hefði bara, sko, á sín tíma hafði ég ekkert meiri fyrirlitning á kvenfólki frekar en bara karlmenninu, sko. Bara ef fólk var fyrir mér þá fékk það ákveðna fyrirlitningu. Og þó að ég kannski, ég hef viðurkennt það að hafa beitt kvenfólk ofbeldi. Og en ég geti talið á fingrum annarra handar hvað það eru margar sem ég hef beitt ofbeldi. En ég get aldrei haft tölu á fjölda þeir karlmennu sem ég hef beitt ofbeldi. Þeir geta tugum ef ekki 100. Og er ég þá haldið fyrirlitning út í karlmennu. Tæpu ári eftir handtöku Björgvins Þórs tókst honum ásamt 2 samföngum sínum á Litlahrauni að strjúka úr fangelsinu. Fangarnir struku úr þessum klefa í gærkvöld, þeir söguðu rimlana sundur að öllum líkindum með járnsagarblaði sem fannst í klefanum. Þeir fikruðu sig niður eftir veggnum á milli rimla, en eins og sjá má töluverð hæð þarna niður. Fangaverðir fullyrða að 4. maðurinn hafi komið við sögu, maður sem enn á hælinu, en hann lokaði klefafangana að utanverðu. Frá fangelsinu lá leið strokufangana upp á veg, þar sem þeir voru fluttir á brott í rauðum Suzuki Swift-bíl og stefndi sá í átt að Selfoss að sögn vitna. Að sögn lögreglu einn maðurinn talinn mjög hættulegur umhverfi sínu. Hann var nýlega dæmdur í 10 ára fangelsi fyrir nauðganir, rán og ofbeldisverk í héraðsdómi en hefur áfrýjað dómnum til Hæstaréttar. Á 11. tímanum í kvöld fundu lögreglumenn buxur, jakka og skyrtu skammt frá fáksemilinu við Bústaðarveg. Þeir vildu ekkert hjá sig nánar málið, en fyrir í dag fór fram umfangsmikil leit að einum strokufangana í Blesugrófinni sem þarna heldur sunnar. Þar þóttust menn hafa séð fangan fara út úr strætisvagnum 4-leytið í dag. Við leit fannst ekkert. Klukkan 6:30 í gærkvöld barst lögreglunni í Reykjavík vísbendingum að strokufanginn Björgvin Þór Ríkharðsson væri í þessum strætisvagna á leið upp í Breiðholt. Vagninn var stöðvaður við Stekkjabakkann og leitaði í bílnum. Í því barst önnur vísbending að Björgvin væri á gangi á Hverfisgötunni en hann fannst í kjallara á Háteigsveginum stuttu síðar. Það var á 8. tímanum sem lögreglan hafði hendur í hári Björgvins Þórs Ríkharðssonar, strokufangans af vinnuhælinu á Litlahrauni. Björgvin Þór hafði þá gengið laus í tæpa 2 sólarhringa. Núna rétt skammt eftir klukkan 7 í kvöld að þá vorum orðnir nokkuð vissir í hvaða húsi hann væri, hérna ekki langt frá lögreglustöðinni, aðallögreglustöðinni í Reykjavík. Og sérsveit lögreglunar, fíkniefna lögreglan og ásamt aðstofamönnum fleiri fór á staðinn og þar var hann handtekinn. Málið var þar með þó ekki úr sögunni hjá fórnarlömbum árásana. Það voru einu viðbrögð sem voru mjög ríkjandi fyrir utan náttúrulega eins og ég segi allan hennar stuðning og skilning sem ég fékk hjá fólki að það ráðlögðu mér flestir að flytja úr húsinu. Bara
flýja af vettvangi, fara úr húsinu, ekki að búa hérna áfram og það var svo ljóta minningar og svarta minningar í húsinu, ég myndi örugglega aldrei jafna mig á því. En það er eitthvað svona einmitt af því sem að mér finnst vera bara flótti, að þá er ég að flýja af vettvangi, ég fer með allir vandamálin inn í mér þó ég flyt í 7. hæð blokk, fólki fannst ég að flyt í blokk og vera á efstu hæð. En ég á allt óunnið þó ég flyt í burtu og ég myndi heldur og það var líka eitthvað svona, þessi barátta í mér, ég ætla ekki að láta þennan glæpamann ráða því hvort ég að fara að selja þetta húsið eða ekki. Nýbúin að kaupa húsið og komið í gott stand, ég ætla ekki að fara að láta hann stjórna því eitthvað, hvort ég ætti heima eða ekki. En þetta var mjög algengt, fólk spyrir, þú verður ekki eftir í húsinu og líka ef þú verður í húsinu, að þá verður að fá þér hund. Þetta var mjög algengt, fá þér hund sem að bara passar upp á þig. En ég þetta náttúrulega bara með svona kannski einhverja varúðarástafan sem ég var ekki með áður, sef ekki vopna glugga í húsinu og læsi útidyrahurðum meira en vandi og svona einhverja varúðarástafan sem ég hugsaði ekki út í áður. Ég var reið náttúrulega mínum árásarmanni fyrst. Ég var reið út í sjálfa mig fyrir að láta þetta hafa svona mikil áhrif á mig. Ég var reið út í kerfið, studdi mig engan veginn nema síður sé. Og það var hluti af, reiðin var hluti af því sem ég var að takast á við til þess að jafna mig líka, Þannig að hún er slæm, reiðin. Þegar hún nær tökum á manni, Þannig að þegar þetta tvinnaðist allt saman, þá var líðanin, eða útkoman ekki góð. Þannig að það var mikið að vinna úr. Kristín, ásamt öðrum, stofnaði á sínum tíma samtök fanga og þolenda í því skyni að vinna að bættum aðbúnaði fanga og úrlausnum fyrir þá þegar þeir komaði nýju út í samfélagið. Og það var nú hluti af því sem hjálpaði mér að komast yfir þetta hatur gagnvart honum og öllum öðrum, að það var að þegar ég var beðin að koma í þessi samtök, út af því að ég var þolandi, þá fer ég að lesa mig til, ég fer að afla mér upplýsinga og ég sé svart á hvítu hvað er búið að vera að ske með einstaklinga þarna frá. Og þá kemur svona samúð í brjóstið á mér. Ég meina, þeir eiga það ekkert auðveldra en frekar ég eða margir aðrir, nema síðu sé. Og þetta hjálpaði mér að hluta til líka, hvað maður að segja, fá styrk til að segja, það eru fleiri en mér sem líður illa. Ég er að fá hjálp og ég leiti eftir henni, þeir hafa nú kannski ekki aðstöð til að leita svo mikið eftir hjálp. Þannig að líka mannréttindabrot er mannréttindabrot og mér finnst það að vera mannréttindabrot gagnvart mér til dæmis að kerfið hjálpaði mér ekki neitt. Og þá hefur komið í ljósa að kerfið er nú ekki beint heldur að hjálpa þeim sem sitja þarna inni. Og það veit Guð að það er þörf á því. Algengt er að þolendur í nauðgunarmálum kvarti undan ónærgætnum vinnubrögðum lögreglu við yfirheyrslur. Í Akureyrarmálinu er allt aðra sögu að segja. Þeir stóðu sér bara frábærlega vel. Ég hef lesið mál í sambandi við þessu nauðgunarmál sem hafa verið hérna á landinu og greinar og viðtöl og það er frekar neikvæð umfjöllun fyrst mér lögregluna. En þeir stóðu sér frábærlega vel hérna og voru ofsalega nærgætnir og komu alltaf fram við mig bara mikilli virðingu og mér langar nú bara að nafngreina einn sem heiti Jóhannes Sigfússon sem yfirheyrði mig mikið hérna fyrstu dagana af því að fóru svolítið margir dagar í þessar yfirheyrslur og hann stóð sér frábærlega vel og hann er sálfræðimenntaður líka og ég held að það hafi hjálpað. Já, ég er náttúrulega mjög ánægður að heyra það og hann hafi verið ánægð með samstarf sitt við okkur í lögreglunni enda reyndu við líka sem stóðum í þessari rannsókn að gera þetta eins þægilegt og fagmannlega eins og hægt var og ég vil líka segja það að brotaþolinn í þessu máli, hann sýndi mikla skynsemi og mikinn styrk og með að þessi rannsókn öll stóð yfir og mér fannst hún komast mjög vel frá þessu, hvað það varðaði. Ég held svona að það hefur verið kostur fyrir mig að ef maður getur sagt það þannig, svona upp á viðhorf fólks og bara stuðning og skilning og kannski viðhorf lögreglu, ég veit ekki, að
að ég bara ligg hérna heima og ég sofandi hérna í mínu rúmi og heimili alltaf þessi griðastaður og maður á hann sjálfur og það á enginn að vera inni nema gestir sem eins og maður segir sem býður inn í heimilið. En hann er brotist inn og það er brotist inn hérna inn í húsið og þessi árás framkvæmd. Þannig að þá lendi ég ekki í því sem að ég heyri oft það er talað og þau viðhorf vera ennþá við lýði í þjóðfélaginu að sumar konur bjóða mönnum með sér heim eða hleypa mönnum inn í húsið í einhverjum tilgangi að sjálfsögðu ekki til að láta nauðga sér. Nauðgun þetta alltaf nauðgun og það er alveg sama hver formerkin eru á því Þú átt að geta boðið einhverju með þér heim í kaffi og án þess eiga hættu að þér verði nauðgað. Og ég vona bara að fólk velti vöngum yfir þess að það ekki, að konur ekki að bjóða upp á að láta nauðga sér, hvort sem þær eru klæddar eins og sem ég segja glannalega eða að bjóða mönnum með sér heim, bjóða mönnum í kaffi. Það er ekkert sem réttlætir nauðgunina. Já, ég veit það. Ég veit fullt af hlutir sem ég hef gert. Hver þá helst? Bara ég á mjög ljóta fortíð. Ég hef aldrei falið það. Og hef mikið á bakinu. En þegar þú losnar og hvað þá? Ertu ekki hræddur við að það fari í gamla farið? Sjálfsögðu, ég er hræddur við það. Ég get ekki sagt það með fullri vissu að ég kom til með að vera einhver engill í framtíðinu, En hins vegar, er það ekki mín ósk, að lifa því líferni sem ég lifði áður. Mín ósk er svo að fá bara að lifa bara venjulegu lífi eins og bara eins og venjuleg maður, og fá frið líka. Til þess að vinna í sjálfum mig og til þess að geta kannski aktað eins og venjuleg maður, En ef það er náttúrulega stöðugt áreiti, þá kannski er erfiðar að grafa dræga fortíðar,